Hérna höfum við spurningar einfasa kaflan, einfasa mótora í 19. kaflanum og hér er beðið að nefna 3 mismunandi aðferðir til þess að mynda ræsivægi í einfasa mótorum. Og við höfum í bókinni allavega myndir af þessum 2 aðferðum. Það þéttir sem raðtengdur við hjálpavafið í ræsi augnablikinu og þegar að mótorinn er kominn á ferð þá miðflótta aflsrofi sem rífur strauminn af hjálpavafsrásinni og þá þurfum við hann ekki lengur. Mótorinn tekur þá hann myndi þá taka of mikinn straum ef hann væri ennþá í sambandi, en þegar hann er kominn á ferð þá rífur hann strauminn og gengur á aðalvafinu og tekur bara eðlilegan straum þá. Og svo ein aðferð kölluð hérna liðaræsing og þetta notað við þjöppur í hérna kæliskápum. Þetta eru litlar þjöppur og þegar að settur straumur á þessa rás hér þá tekur aðalvafið sinn ræsistraum og þetta náttúrulega miklu meiri straumur þegar mótorinn er kyrr og það veldur að spólan hérna í ræsiliðanum hún segulmagnast og dregur snertuna og tengir hjálpavafið með þessari snertu hér. Og þá fær mótorinn ræsivægi. Þegar hann er kominn á ferð þá dregur aðalvafið minni straum og að lokum þá sleppir spólan takinu á snertunni. Gormkraftur yfirvinnur segulkraftinn og mótorinn er kominn í gang og gengur þá bara á aðalvafinu og hjálpavafið ekki lengur inn í myndinni. Og þá það síðasti liðurinn hérna sem sennilega ekki mikið notaður ennþá, en það var hægt að nota svokallaða viðnámsræsingu. Þá var viðnám raðtengingu við hjálpavafið. En þetta eru þessir 3 möguleikar til þess að ræsa einfasa mótor. Og ein útfærslan sem sagt í viðbóti náttúrulega með gangþétti. Þá í rauninni tengist gangþéttirinn strax og helst áfram í gangi með hjálpavafinu við þá útfærslu. En það lærum við seinna. Þetta eru hins vegar þessar 3 aðferðir við ræsinguna. Skoðum þá verkefnið áfram. Hér höfum við þá fyrsta lagi spurningin svarað hérna að það þéttir, hann raðtengdur hjálpavafið sem aftengdur strax eftir ræsingu með miðflótta aflsrofa, það kölluð þéttisræsing. Og í öðru lagi það raðtengd mótstaða, þá hérna rauðinni snúið við hérna. Raðtengd mótstaða við hjálpavaf, það viðnámsræsing og þriðja aðferðin, það að tengja spólu við aðalvafið og spólu í ræsiliða og þannig að ræsistraumurinn hann hefur áhrif á spóluna svo snertan tengir hjálpavafið meðan að ræsistraumurinn varir í stuttan tíma til að koma mótornum í gang og þá þetta kallað ræsiliðaræsing. Þannig að þetta eru 3 ræsiaðferðir og stutta svarið við þessu þéttisræsing, viðnámsræsing og liðaræsing. Og þá það næsta spurning hérna. Hvað þarf hornið milli straumana í aðalvafi og hjálpavafi að vera stórt til þess að mynda hámarks ræsivægi? Og við sjáum á þessari
vektormynd hérna í bókinni að þar talað 100 gráðu mun á straumunum í hjálparhafi og aðalhafi og í öðru námsefni ritstjórnarsbókinni þá talað 90 gráðu mun á straum í aðalhafi og hjálparhafi, svo að þetta svarið þá að hornið á milli aðal og hjálparhafs getur verið 90 gráður til 100 gráður og þá fær hann gott reynsluvægi, einfasa mótorinn. Og svo hérna í 1933 að við höfum að rissa upp mynd sem sýnir staðsetningu aðal og hjálparhafa í sátri skamhjólsmótors og þá það þessi mynd sem hérna í bókinni af einfasa mótor. Og síðan hvernig hægt að breyta snúningsátt einfasa skamhjólsmótors. Og þá það að það annaðhvort að víxla hérna á endunum á aðalhafinu eða hjálparhafinu. Og það sem sagt afstaðan milli hjálparhafs og aðalhafs þarf að breytast. Þá snýr við snúningsáttin í einfasa mótornum. Nú, svo það 35, þá erum við farin að reikna út 50 watta skamsmótor. Þetta sem sagt aflið út sem gefið á mótornum, mun að það alltaf. Hann hefur afstöðuleg 0,72, sem sagt kós-fí 0,72. Nýtnin 55%. Og hve mikið straum tekur hann frá 220 volta neti við fulla lestun. Og nú þurfum við að byrja á því að reikna út með nýtniformúlunni aflið inn. Það það sem við þurfum að byrja að gera. Og þá notum við þessar upplýsingar nýtnina, segjum aflið út deilt með nýtnitölunni sem sagt 0,55 af því að það var 55%, að þá fáum við að þessi 50 watta skamsmótor þarf að fá afl inn sem 90,9 watt. Þá getum við reiknað út strauminn sem hann tekur. Þá höfum við aflið inn og deilum við spennunni og raunaflsstöðlunum. Það 90,9 watt deilt með, gott að setja það í svega, deilt með spennunni 220 voltum og 0,72 sem raunaflsstöðlinn. Passið ykkur að ekki taka aftur kósinus af þessari lágu tölu. Hornið ekki gefið, þannig að þess vegna tökum við ekki kósinus að neinu horni, heldur notum raunaflsstöðlinn beint. Og út frá þessu fáum við straum 0,574 ampere. Svo höfum við bara stærri mótor og núna erum við að reikna út eitthvað allt annað. Og þessi einfasa mótor 200 watt. Hann tekur 2,25 ampere frá 220 volta neti við fulla lestun og afstöðullinn 0,7 og við höfum að reikna út hve mikið afl hann tekur frá neti því að hér þá gefið í textanum sem sagt, það sem við þurfum að vita, það straumurinn, spennan og raunaflsstöðlinn. Þá getum við reiknað út aflið inn. Spennan 220 volt, straumurinn 2,25 ampere og raunaflsstöðlinn 0,7. Og passið ykkur á þessu, af því þetta einfasa, þá erum við ekki að nota rótana 3. Það bara í 3 fasa. Þannig að hér reiknum við aflið inn, sem sagt 346,5 watt. Og síðan hve mikið afl tapast í mótornum,
þá drögum við það var gefið aflið út í dæminu, 200 watt, það drögum það frá þessu sem við reiknuðum á aflinu inn, 346,5 og mismunurinn er 146,5 watt sem tapast í mótornum. Þá getum við reiknað út nýtni mótorsins. Við höfum aflið út deilt með aflinu inn og þá fáum við 0,577 eða 57,7% nýtni. Og í D-liðnum eigum við að reikna sýndaraflið. Það er margfeldi spennu og ströms, það er S-ið og þá höfum við hérna 495 voltampere. Og þetta erum við að reikna út til þess að geta teiknað vektoramynd sem er í næsta lið. Hérna í 1935. Já. Kós-í-horni, hvernig færðu þið það? Að það sé 0,72. Það er gefið. Já, það er gefið þarna. Já, það er gefið í dæminu. Það er ekki gefið. Jú, það er hérna. Já. Og þannig að við þurfum náttúrulega þá að reikna hornið fyrir vektoramyndina í þessu dæmi hérna 1936 aflstöðullin er gefin 0,7, það er kósví, þá þurfum við að setja það í kósí mínus fyrsta 0,7 og þá ættum við að fá þetta horn 45,6 gráður og þá getum við sett inn raunaflið 346,5 watt og sýndaraflið og síðan þurfum við að reikna út launaflið. Við höfum þá sínusinn af 45,6 gráðum og margföldum sinnum 495 voltamperinn sýndaraflið. Þá fáum við launaflið og endilega muna eftir að merkja einingarnar rétt, voltamper reaktív við launaflið, Q-ið. Vötnin eru þá í raunaflinu, P-ið og sýndaraflið, þær eru voltamperinn. Spurning 1937. Hvaða atriði er það sem gefur alströmsmótor sérstöðu meðal rafmótora? Það er þessi sérstaka að venjulega þá eru einfasa, til dæmis, þriggja-fasa mótorar, þeir eru bundnir að tíðninni, en snúningshraðinn í alströmsmótor er ekki bundin tíðni og pólafjölda, heldur eins og í raðarvél, í jafnströmsvél snúningsvægið, það er í hlutfalli við straumstyrk í snúðleirum og styrkleika segulsviðsins. Þannig að hann gengur þá bæði fyrir riðstraumi og jafnstraumi. Þetta er það sem að gefur alströmsmótor sérstöðu í þessari flóru. Og síðan eigum við að gera rismynd af straumrás alströmsmótor og þá vorum við með einfalda rás, það er segulvafið, er raðtengt við snúðrásina. Hér er ekki sýnd ræsibúnaður fyrir riðstrauminn og það er sjálfsagt að ráða gert vegna þess að þá er þetta ekki lengur hægt fyrir jafnstraum. En ef hann er bara notaður svona beint á jafnstraum og þá gengur líka beint svona á riðstraum. Tekur náttúrulega svolítið straum í ræsingunni, en að viðnámið í segulvafinu, það
það minnkar í rauninni ræsistrauminn. Það veldur því að hann tekur ekki of mikinn ræsistraum í ræsiaugnablikinu. Ok, þá það næsta mál, það 1939. Í hvaða tilfellum eru skuggapólsmótorar notaðir? Skuggapólsmótorar, þeir eru til í kæliviftum litlum og dælum sem eru með lítið álag og mjög lítið álag í ræsingu sérstaklega. Og þetta eru dælur í þvottavélum aðallega. Og síðan spurt hér í hvaða tilfellum nýtast kostir skrefmótora best. Og kostir skrefmótora þeir nýtast helst þar sem að hreyfingar þurfa að vera nákvæmar, snöggar, eins og til dæmis í ritvélum eða framleiðsluvélum, í þjörkum til dæmis. Já, svo þið gætu fengið spurningu einhvern annan mótor heldur en þennan 4 kW mótor, þar sem ættu að setja inn málvægið og reikna út ræsivægið og hámarksvægið. Og annars þetta í æfingaprófinu í lausninni. Í töflunni 45 kW mótorinn hérna. Við förum að dálkinum sem sýnir okkur málvægið sem þá 290 Nm í þessu tilfelli fyrir 45 kW mótorinn. Og við eigum að segja hversu mikið ræsivægi hann hefur í stjörnutengingunni þegar verið að stjörnuþrýsræsa svona mótor. Og þá þurfum við að reikna það fyrst út sem sagt beina ræsinguna með því að margfalda 2,4 sem sem sagt hlutfallstalan hérna, ræsivægið á móti málvæginu. Þá margfaldum við 290 með 2,4, þá erum við komið með ræsivægið í beinni ræsingu. Svo deilum við með 3 til þess að fá ræsivægið við stjörnutenginguna. Og þá það þessi tala hérna 232 Nm í stjörnunni.